búin að vera í 30 daga á mjög hreinu mataræði og greinilega einhverjir vilja fara að bæta við og það er flott. Það er þannig að þið að æfa ykkur og prófa hvað sem hentar ykkur. Þannig að við ætlum svona bara aðeins að kíkja í gegnum þetta sem við vorum að kaupa og við ætlum að byrja á þessu hérna. Þetta er íslenskt ósaltað smjör og þið eru búin að læra að vinna það og gera úr því gí eða skýrt smjör eins og það kalla. Þannig að þetta er mjög gott, þið getur notað og þið getur steikt upp úr þessu. Og hérna, ef þið gerir það þá og eins með kókosolíuna að steikja á miðlungshita. Ef þið hækki allt í botn, þá breytist þetta í harða fitu. Svo erum við með eggin, þið eru búin að læra þetta. Lífrænt, ef við mögulega getum. Stundum er það ekki hægt og þá tekur maður bara það besta sem er í boði. En eggin eru til lífræn, þetta eru villtar hænur sem verpa þessum eggjum og þannig viljum við helst hafa það. Þannig að þessi eru mjög góð og svo eru þið greinilega búin að finna kjúklingabringur sem eru ósaltaðar, ósprautar, bara hreinar bringur og það er líka mjög gott. Á innkaupalistanum ykkar skrifaði ykkur hollt brauð. Brauð er yfirleitt ekki hollt nema þið bakið það sjálf. Þá vitið þið hvað er í því nákvæmlega og það er hægt að baka hollt brauð. Þá notar maður gróft spelt eða íslenskt heilhveiti er eiginlega bara langbest. Svo erum við fullan poka hérna þessu. Sigurður. Já. Það er ekkert mér að kenna. Já, skilur það er erfiðar að labba í gegnum mjólkurdeildina heldur en helvítis nammideildina, sko. Þið eru að reyna að létta ykkur. Ef þið væri íþróttafólk sem væri bara í kjörþyngd og alveg eins og vildi vera, þá væri mjólkin frábær. Próteinrík og kalkrík og D-vítamín bætt og allt. En þegar maður reyna að léttast, þá vill maður helst fá hitaeiningarnar úr mat, ekki úr drykkjum, eins og hægt er. Ég hef samt, og munið bara þegar þið farið heim, þið þurfið ekkert að drekka neitt nema vatn. Vatn er bara drykkurinn sem eigi að vera að drekka. Ef ykkur finnst að vanta eitthvað að bragða, þá fáið ykkur sódavatn á laugardögum og bragðbæti með einhverjum sítrónum eða hvað það er. Sódavatn á heldur ekki vera eitthvað sem þið eru að drekka hverjum degi. Ég veit þeir keppendur sem eru farnir heim, það er þannig, þeir eru að spurja einhver drykkur sem heitir eitthvað, brennsla eitthvað, má ég drekka þetta, má ég drekka þetta, má ég drekka þetta? Og þetta er kannski 0 hitaeiningar eða heitir fitness eitthvað, en það er bara fullt af rusli í því. Og sætuefni sem gefa manni 0 hitaeiningar, það er eitthvað skrítið á bak við. Þannig að drekki bara vatn.